Góðan dag, komið þið sæl hér, við erum hér stödd hér í Ráðhúsinu hér á Hornafirði og hér verið hjartanlega velkomin á fund nr. 341 hér í bæjarstjórn sveitarfélagsins Hornafjarðar og ég set hér hundinn hér með. Jesús María, allir englandir. Í dag setja fundinn Gauti Árnason, Hjördís Edda Olgeirsdóttir, Tinna Rut Sigurðardóttir, Eyrún Fríða Árnadóttir, Ásgerður Kristín Gylfadóttir, Guðrún Stefánía Voppbjörn Ingólfsdóttir, Gunnar Ásgeirsson, Sigurjón Andersson bæjarstjóri og fundarritari hún Arndís Lára Kolbrúndóttir og Tjörfi Óskarsson sér hér tæknimálinn og útsendinguna í dag að venju. Fyrir liggur dagskrá í 3 liðum og við göngum hér til dagskrár. Fyrsti liður á dagskrá er vegir í náttúru Íslands, endurskoðun aðalskipulags og lögðu fram skrá yfir vegi í náttúru Íslands í samræmi við reglugerð nr. 260 frá árinu 2018 vegi í náttúru Íslands samkvæmt lögum náttúruvernd, samanber tengli á vefsjá geo.alta.is/hornafjörður.vini. Umhverfis- og skipulagsnefnd lagði til við bæjarstjórn að skráin send til umsagnar, samanber 2. málsgrein 2. greinar framgreindrar reglugerðar. Jafnframt verði skráin auglýst samhliða aðalskipulagstillögu. Hér gef ég orði laust þessa vegi í náttúru Íslands, endurskoðun aðalskipulags. Það kveður sér engin ljós, því legg ég til að bæjarstjórn samþykki tillögu umhverfis- og skipulagsnefndar og feli skipulagsfulltrúa að senda skrána til umsagnar samkvæmt 2. málsgrein 2. greinar reglugerðar nr. 260 frá árinu 2018. Þá förum við hér í lið nr. 2 á dagskránni í dag. Já, þið ætlaði að kjósa líka, já. Fyrirgefið þið. Nú er æsingur í kallinum. Herðu, fyrirgefðu, nú höldum okkur áfram við lið nr. 1. Þakka þér fyrir, varaforseti, minna mig á þetta. Ég ætla bið ykkur að gefa mér þau atkvæði sem þeir sem þessu samþykki vilja gefa merki. Takk fyrir, það samþykkt með 7. Þá förum við áfram í lið nr. 2. Það endurskoðun aðalskipulags sveitarfélags Hornafjarðar. Lögðu fram bókun umhverfis- og skipulagsnefndar frá 1. október síðastliðinn ásamt minnisblaði með svörum nefndarinnar við umsóknum sem bárust á kynningartíma aðalskipulagstillögu á vinnslustigi, samanber 2. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Lögðu fram eftirfarandi skipulagsgögn sem hafa verið uppfærð til samræmi við framangreind svör. Það númer 9679 skipulagsgrein, númer A1609-180-4 sem og forsendu og umhverfismatsskýrsla númer A1609-179-U04 sem og 4 skipulags uppdrættir fyrir dreifbýli númer A1609-181-U01 frá Öræfi sem og A1609-182-U01 Suðursveit og Mýrar, einnig A1609-183-U01 Nes og Lón og A1609-185-U01 Fjalllendi. Einnig liggur fyrir þéttbýlisuppdráttur fyrir Höfn og Nesjahverfi, númer A1609-184-U01. Þemauppdráttur fyrir náttúruvernd, númer A1609-186-U01. Aðalskipulagsvefsjá geo.alta.is/hornafjörður/ask
og yfirlit umsagna vinnslutillögu og svör samþykktar umhverfis- og skipulagsnefnd. Nefndin leggur til að bæjarstjórn sendi aðalskipulagstillöguna til athugunar Skipulagsstofnunar í samræmi við 3. málsgrein 30. greinar skipulagslaga. Nú gefum við hér orðið laust, gjörið svo vel. Eyrún Fríða. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, mér langaði bara að lýsa ánægju með þetta skref í þessu umfangsmikla verkefni sem við verið í saman síðustu árin. Það er mjög ánægjulegt að sjá hversu margir gáfu sér tíma til þess að senda inn athugasemdir og það verður mjög gaman að sjá hvað kemur út úr yfirferð Skipulagsstofnunar. En ég vildi kannski líka nýta tækifæri til að þakka hversu þverpólitísk samstaða hefur verið og góð vinna bæði í nefnd og annars staðar þetta mál. Vonandi verður þetta til þess að aðalskipulagið muni endast okkur vel og sé góðar leiðarvísir fram til 2040. Takk. Takk fyrir Eyrún. Orðið laust áfram, gjörið svo vel. Ásgerður, gjörið svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar að taka undir með Eyrúnu Fríðu og þakka fyrir þessa vinnu. Þetta hefur verið skemmtileg, umfangsmikil og fræðandi vinna og ég vil líka þakka þeim sem að senda inn umsagnir á vinnslustiginu. Því að það hefur tekið smávegis breytingum tillagan áður en hún fer núna til Skipulagsstofnunar og síðan verður þetta unnið áfram, auglýst á ný og þá gefst fólki aftur tækifæri til þess að kynna sér málið og koma með athugasemdir. Þannig að við erum, eins og Eyrún Fríða að koma á einu af þessum skrefum í þessu ferli en það er heilmikið eftir. En mér langar líka að þakka starfsmönnum, þakka Brynju Dögg Ingólfsdóttur fyrrverandi skipulagsstjóra sem að vann að þessu með okkur af miklu harðfylgi á stundum. Og þetta var svona skorpu vinna og mikið sem þurfti að fara yfir. En Matthildur, okkar skipulagsráðgjafi hjá Alta, líka verið mjög bara gott að vinna með henni að þessu. Þannig að en það er ýmislegt þarna sem er að breytast og mér langar kannski að taka fram að það voru margir sem gerðu athugasemdir við legu þjóðvegar í þéttbýli. Sem voru þarna 3 tillögur sem var komið með en í þessari vinnslutillögu eða við gerð þessa plaggs sem fer núna inn til Skipulagsstofnunar að þá hefur verið ákveðið að þjóðvegurum muni liggja bara eins og í núgildandi aðalskipulagi þannig að það verði ekki að þessu stigi máls farið í að finna leið út í Ægisíðu eða Sílavík eða hvað annað. Þannig að það allavega skilaði því fyrir þá aðila sem skiluðu þar inn því þeir voru fjölmargir eða nokkrir. En ég hvet fólk til þess að fylgjast með og taka svo upp pennan þegar að næsta auglýsingatímabil verður og segja okkur hvað þeim finnst. Takk fyrir Ásgerður. Orðið laust, gjörið svo vel. Það kveður sig engin frekar hljóðs. Bæjarstjórn hefur nú haft gögn til kynningar og umsagnar og hefur fjallað framlag skipulagsgögn. Ég legg því til að bæjarstjórn samþykki tillögu umhverfis- og skipulagsnefndar og feli skipulagsfulltrúa að senda aðalskipulagstillöguna til athugunar Skipulagsstofnunar. Þeir sem þessu samþykkir virðast gefa merki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við hér í 3. lið á dagskránni. Það framkvæmd byggingar hjúkrunarheimilis. Sveitarfélagið veitti framkvæmdasýslu og ríkiseignum FSRE umboð til að rifta verksamningi við Húsheild ehf. Byggingu nýs hjúkrunarheimilis á Höfn. Sveitarfélagið hefur einnig undirritað samkomulag við íslenska ríkið að ríkið taki yfir ábyrgð, skuldbindingar og réttindi sem tengjast framkvæmdinni, bæði hvað varðar nýbygginguna og endurbætur á eldra húsnæði Skjólgarðs. Þetta er mikilvæg niðurstaða og við vonum að verkefnið fái nú framgang með öruggum og farsælum hætti til hagsbóta fyrir íbúa á Skjólgarði sem og samfélagið allt hér í Hornafirði.
Málið hefur verið tekið fyrir og samþykkt í tölvupósti en ég gef það hér samt orðið laust hér til ef að bæjarfulltrúar vilja tjá sig hér þetta mál. Svo ekki, en þá hefur það verið lagt hér fram til kynningar og komið hér inn í formlegt ferli. Fleira ekki á dagskránni hjá okkur í dag. Þakku fyrir ágætu bæjarfulltrúar og mæta á þennan fína fundi hjá okkur í dag. Slíti ég hér fundi. Hafið góða stundir.